Já, nú skulum við gera tilraun, mæla strauminn í rásinni, mæla vöttin sem raunverulega aflið sem rásin notar til vinnu og spennuna, hún ca. 220 volt og setjum við svo tölur inn og skoðum þetta aðeins nánar. Hér rásin, þetta sem svona lampi, já, rafmagnið kemur hér inn, hér í gegnum þennan straummæli hérna, það er stiltur á AC amper og tengdur rétt gegnum hérna þennan wattmæli og hér svo ampertöng sem við notum líka. Hún sem sagt, þá bara bregðum við henni hérna, stillum hann á AC og bregðum henni hér bara á einhvern annarkvæmt vírinn og lesum þá strauminn hér af. Kíkja hans á þetta. Gildin sem við fáum hér, þetta er ampermælirinn, 0,35 amper, ampertöngin, hún það sama, 0,36 amper, og wattmælirinn 43,9 watt, segjum bara 44 watt, það er 44 watt og 0,35 amper, hvort sem á tönginni eða ampermælinum. Okay. Já, hér er búin að færa inn gildin á lampatilröðinni. Spennan yfir lampan var 229,5 volt. Vöttin sem við mældum voru 44 watt og straumurinn var 0,35 amper. Hér er þessi þrýtingur, aflþrýtingurinn. Vöttin eru hliðin hér, 44 watt. Voltamperinn, þar að segja spenna sinnum amper, 229,5 volt sinnum 0,25 amper eru 80,3 volt amper. Þessi hlið hér. Þessi hlið hérna varið, við finnum hann bara með Pythagoras, rótin af þessu í öðru vendi mínus 30 í öðru vendi gefur ykkur tölu 67, hvað það er. Þessi tala hún kemur bara ekkert við. Þannig að netið, landsnetið er að pumpa hérna inn 80,3 volt amperum. Við getum sagt að það sé svona í vött í svika. Þetta er svona, raunvöttin eru hér, en þetta er spenna sinnum straumur. Ef það er ekki fasík, þá er þetta sama talan. Ef það er bara, segjum bara brauðrist eða opn í sjónbústað, þá er voltamperinn og vöttin það sama. En út á spólunni, út á segul, af því þurfum alltaf að mynda segulsvið og eða því við hverja, hérna, þegar hann fer fram og tilbaka, mikið vinna sem gerist hér út á segulsviðinu, þá þurfum við meira afl inn í lampan heldur en hann notar til að búa til raunverulega vinnu sem eru vöttin. Nú, það tölur sem menn nota í þessu, það sem menn kalla kósinus af horninu. Það er að segja að það er þá skammhliðin hér, deilt með langhliðinni hérna, svona. Þá fáum við eitthvað 0,55 og þetta gengur undir ýmsum nöfnum eins og kósinus phi, kósinus af horni eða aflstöðull, 0,55 er þessi tala. Til að finna hvað þetta er mælt í gráðum, þá tökum við þennan kósinus á horninu eða kósinus phi töluna, þetta er bara hlutfall, bara langhliðin deilt upp í skammhlið, gefur eitthvað hlutfall og það hlutfall, ef við finnum við svona töflu sem er yfirli, með að gera arc-kós, eða segja kós mínus 1, sem þetta hérna inn, ítum enter, það fóðum 56 gráður. Hornið hér er 56 gráður. Það er fasvíkshornið. Það er kósinus phi 0,55 eða 56 gráður. Þetta er sama upplýsingin, gefið með tveim ólíkum aðferðum. Ok, þetta er sem sagt það sem að þetta snýst um. Nú, þessi spóla, hún þarf þetta fasvík til að vinna. En okkur illa við að þetta leggst á landsnetið til að láta þessa strauma vinna hér lokalt eða bara í lampanum, þá setjum við þétti yfir lampan hérna. Svona, þetta er svona rafmagnsgeymsla og þannig að það er að segja þegar hann er að senda rafmagn frá sér, hann sendir hluta rafmagninu inn á netið aftur, þá sendir hann á þéttin, mælið að þéttinum, sendir hann á þéttin og þá detta voltamperinn hér niður og álægið á landsnetið minnka verulega. Nú skulum við reikna hana þétt út.